Maður fær í smá rútínu sem gott að gera ef menn eru mjög stífir í mjöðmunum og jafnvel verið það stífir í lærunum að maður getur fundið verki í hnjánum. Gott er oft að gera þetta bæði fyrir æfingar og einnig eftir æfingar sem og á hvíldardögum sem smá svona recovery æfingar. Allt svo þarft er eitt svona bolti og svo pláss til að teygja smá. Við byrjum að láta boltan á gólfið. Við leggjumst á hann og við leitum eftir punktum á lærinu sem geta orðið ansi óþægilegir. Og þegar við finnum punkt sem er vondur, leggjum við allar líkamsstofnar á punktinn og setjum hæl í rass. Gott er að gera það 5-10 sinnum á hverjum punkt. Þannig förum við yfir allt lærið og svo tökum við hinum megin líka. Svo er oft gott að taka líka aftan lærin og höldum við boltanum, finnum okkur sæti eða kassa til að setjast á. Látum boltan undir lærið, höldum okkur fram til að leggja þunga á boltan og svo réttum úr hnénu þegar við finnum mjög stífan punkt. Leitum og réttum og gerum það 5 sinnum á hverjum punkt sem við erum að reyna að losa um. Við erum búin að nota boltan, þá er gott að teygja. Þá setjum við ristina annað upp við vegg eða ofan á bekk, lyftum höndunum upp í loftið og spennum rassinn. Mikið að anda djúpt niður í maga með nefinu og tæma alveg allt loft aftur úr maganum. Fínt að halda þessari teygju svona 30 sekúndur eða jafnvel í svona 5-8 andardrætti og finna vel teygjast fram á lærin. Það er hægt að hafa bara hæl í rass og spenna rassinn eins og þú getur. Þegar við náum aftan á lærin, þá er oft gott bara að setja hælið ofan á bekkinn, passa að fótur svo stendur í snúr beint áfram líka, táum við fram, beina niður pínulítið, svo höldum okkur fram. Þá finnum við góða spennu koma aftan á lærin. Að lokum, þá er ein æfing sem er vel, bæði aftan á læri sem og innan á lærinu. Þá leggjumst upp í vegginn. Við pössum það að við setjum eiginlega á vegginn, þannig að það er ekki sentimeter á milli rassins á okkur og veggjarins. Svo slökum við á, öndum djúpt niður í maga, gott að hafa hendur á maganum, anda út. Svo þegar við komum í góða stöðu þá fínt að spenna þess að lærin framan á og þá náum við að rétta vel úr hnjánum og slaka svo á. Anda inn, slaka svo spenninu þegar við erum á henni. Og anda út. Gott er að halda þessari stöðu í svona mínútu og anda djúpt inn. Takk kannski 3-6 sekúndur í að anda inn í nefið, halda andanum inn í 2 sekúndur og svo tæma allt loft út úr maganum. Endur að prófa þetta og sjá hvort það hjálpar ykkur ekki að líða betur bæði í mjöðmunum og bara hnjánum og öðrum liðamótum sem tengjast vöðvum í kringum hnjánum.